Já, Ingólfur, þú varst að klára hérna Powerade-hlaupið á flottum tíma, 1:20 cirka. Nú ert þú hérna 82 ára gamall og hvað ertu búinn að hlaupa eiginlega lengi? Ég byrjaði ekki snemma. Ég var náttúrulega smali á mínum æsku árum, sko. Já. Austur á landi og smalaði kindum alltaf. Og svo liðu mörg ár. Ég fór í menntaskóla og ég fór til Bandaríkjanna og þá voru engar svona æfingar. Svo kem ég heim og þegar maraþónin byrjuðu hérna í Reykjavík, þá fórum við að skokka tveir saman og ég fór í annað maraþónið, hálfmaraþón, sko. Var það ekki, í kringum 83-84? Jú, það held ég, sko. Já. Hvað heldur þú sett búinn að hlaupa mörg maraþón, svona cirka? Ég hef ekki alveg töluna, en ég giska á að maraþón og hálfmaraþón, það séu svona 30, ég giska á það. Já. Og eitthvað að Laugavegum? Já, ég er móttinn af þeim. Já, hvað ertu búinn að hlaupað oft? Laugavegunum, ég held ég sé búinn að fara 20 Laugavegi. Ég held það, en það kann að vera ykkur hjá mér. Já. Og hvað er þetta að æfa oft í viku á þessum aldri? Á þessum aldri, býtum nú við, fyrir 1,5 ári þá var hægri mjaðmarliðurinn ekki lengur kúluliður, hann var kominn í klessu. Já. Og þá var ekki spurning um það að það þurfti að skipta um mjaðmarlið. Ég borgaði 1,2 milljónir fyrir þessa aðgerð og ég hef aldrei gert þetta í betri kaup. Já. Og en það er 1,5 ár síðan og ég hef verið að ná mér hægt og rólega síðan. Já. Og ég átti með virkilega draumum að geta farið síðustu maraþón og núna náði ég þessu. Já. Ég er mjög lukkulega með það. Já, og hvað heldur þú, ertu að hlaupa 3-4 sinnum í viku ennþá? Eða hvað er þetta? Ég reyni að ná hópnum mínum, laugaskokk hópnum mínum 3 í viku. Já. En ég er að vinna sko til 5 á daginn eða jafnvel meira frá 8 mótana. Því að það er mjög mikill skortur á geðlæknum á Íslandi, hrikalega mikill. Það eru engir út á landi til dæmis, það er bara Akureyrar spítala. Já. En nærðu þá, ertu kannski, þú ert allavega 3 æfingar? Já. Og bætir þú svo sjálfur við eitthvað þegar þú ert ekki með hópnum eða? Ef ég næ að fara 3 æfingar í heildina á viku þá er ég mjög lukkulegur með það. Já, ok. Ertu að spá í eitthvað maraþón á þessum aldri? Ég væri náttúrulega voða ánægður með að geta farið hálft maraþón. Já. En ég er mjög lukkulegur með að hafa náð þessu núna. Já. Við Gunnar félaginn minn höfum verið saman í þessu. Já. Og hann er alveg ómetanlegur því að hann fylgist með tímanum og hann er svo lítið góður. Já. En hvað svona, þú veist, ef þú horfir svona á bara hvað þetta hefur gefið þér svona í gegnum árin, sko, væntanlega góða heilsu eða hvað er þetta að gefa þig? Já, líka svo frábæran félagsskap. Ég kalli það blessaða hálfvitana mína í Laugaskokki. Þetta er alveg frábær félagsskapur. Já. Og það er ekki lítið fyrir því. Að eiga svona vinahóp og já. Er eitthvað svona sem þú getur kallað eftirminnilegasta stundin í keppni eða eitthvað svoleiðis, eitthvað sem þú mann sérstaklega eftir? Ég held að Laugaveginir séu nú það sem er mest spennandi. Já. Það er svo mikil hamingja að vera komið þangað. Já. Það er það. Já. En þessi stóru maraþón til dæmis út í heimi sem að þú farið í, hvernig hafa þau, hefur það ekki verið gaman líka? Jú, það var mjög gaman að hlaupa í Flórída. Já. Svakalega gaman. Það var mjög gaman að hlaupa í Færeyjum. Já. Yndislegt að hlaupa í Færeyjum. Já. Ég mæli með því. Já. Og Færeyingar eru yndislegt fólk, alveg frábært fólk. Já. Hvað fleira? Ég fór einhvern tímann ég man ekki alveg eftir þessu. En þetta er bara ljómandi gott. En ef ég myndi biðja að gefa svona yngri hlaupurum, fólki sem er svona kannski að byrja að hlaupa og er svona, og finnst þetta gaman og langar til að gera þetta svona fram eftir aldri, ertu með eitthvað svona heilræði, eitthvað sem þú myndi vilja
einhverju heldur að gefa þeim? Já, ég held að það sé mjög gæfulegt að vera í hlaupahópi. Það er svo góður félagsskapur. Og það er ómetanlegt. Ég man til dæmis alveg sérstaklega eftir því að ein ágætiskona sem er nú kirkjuvörður alveg frábær kona, hún var í hlaupahópnum með okkur og sagði, heyrðu, þú ert haltur. Ég hafði ekki hugmynd að ég væri haltur. Það er rétt, þú ert svolítið haltur. Og þá fór ég að athuga þetta og láta taka mynd af því hvort ég væri haltur þarna megin eins og hún sagði. Já, það var greinilegt, það var farin að slitna liðurinn. Og hún uppgötaði þetta. Heyrðu en ok, eitthvað að lokum sem þið langar til að nefna í tengslum við hlaupin? Það er bara gaman að hlaupa, það er rosalega gaman að hlaupa. Já. Það er það. Já. Maður man það þegar maður er krakki, hvað er gaman að hlaupa. Já. Og óboðslega gaman þegar maður var búinn ég átti heim í sveit sko, og þegar búið að vera að heyja allan daginn, að fá að sleppa hestinum. Herru, bara takk kærlega fyrir þetta Ingólfur og gangið þið sem best áframhaldandi til hlaupum. Þakka þér innilega Torfi, þú ert búinn að vera hvetjandi gegnum óheimörg ár og þjálfað og alveg hvatt fjölda fólks og það er ómetanlegt að hafa gert það. Herru, takk fyrir það.